Hjartalega velkomin í Aðventkirkjuna í Reykjavík í dag. Welcome to our church today, and I hope that we will have a good time here together here today. Það margt búið að gerast í þessari viku og eflaust komum við hér mörg til þess að fá aðeins svona frið, finna fyrir ró og frið og að vita það að það eitthvað meira en við stjórnvölinn. Og það margt búið að gerast. Það byrjaði gosi lauk. Við erum hætti að kippa okkur yfir þetta, við fundum jarðskjálfta. Það ýmislegt í gangi í fréttum sem miður skemmtilegt. Sumir reyndar komu úr stóru ferðalagi í vikunni, aðrir voru að kveðja vini sína eða vin sinn sem lést að aldur fram. Það margt sem búið að ganga í vikunni hjá okkur. Og ég bið þess að Guð komi til okkar og að hann tali til okkar hvers og eins, að við fáum það sem við þurfum þegar við komum hingað saman. Í orðinu sem við lesum, í bæninni, orðinu sem Erik flytur og í tónlistinni. En ég ætlaði bara að nefna hérna áður en við höldum áfram eins og við gerum alltaf að það hérna ýmislegt í gangi í vikunni hér í þessari kirkju sem þið getur komið og leitað hingað með. Það bænastund hérna á þriðjudögum, þar sem hópur kemur saman og ræðir saman, les saman og biður saman. Svo erum við með allt mögulegt, búðina hérna niðri, sem á þriðjudögum og fimmtudögum. Og svo súpustofa líka hérna á þriðjudögum, þannig að ef þið þekkið einhvern sem þarf að koma kannski og fá mat hérna með okkur, þá það á þriðjudögum frá 6 til 8. En svo vil ég líka minna ykkur á að næsta hvíldardag, þá erum við svona að sigla inn í páskahátíðina. En alltaf hvíldardaginn fyrir páska þá tekin útvarpsguðsjónusta upp frá þessari kirkju hér. Og þá mun útvarpið hérna, RÚV, koma hér, eða Rás 1, mun koma hingað og taka upp guðþjónustu sem verður send út annan í páskum. Þannig að endilega fjölmiðlar, pússið röddin ykkar svo þau syngi hátt og skýrt með okkur því að það mun heyrast í útsendingunni. Og þannig að ég hlakka til að sjá sem flesta hérna næsta hvíldardag. En þá bara búið með allar, held ég. Já, og það Einar Valgeir, kannski að það hann sem mun predika með okkur. Og Erik, þú kannski kemur núna og hefur bæn með okkur. Já, himneski Faðir, við komum fram fyrir augliti þitt hér í dag upp af guðsþjónustu til þess að leggja stundinni þína hönd, Drottinn, til þess að nálgast þig, til þess að við eigum yndislegt samfélag við þig og þinn heilaga anda, að þú styrkir okkur og styðjir og leiðir í gegnum þessa stund. Leggjum hana í þína hönd og biðjum í Jesú nafni. Amen. Og við skulum þá finna okkur sálminn númer 181 í sálmabókunum. Sálmurinn númer 181, hymn number 181. Amen.
vil ég bara minna á líka að við tökum upp gjafir til góðs málefnis hér í kirkjunni og það er hægt að koma því til skila hérna á leiðinu út. En að gjafirnar í dag renna til safnaðarsjóðs. Ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur ritningaversi sem að Erik búið að valdi fyrir okkur hérna í dag og það er tekið úr 1. Korintubréfi, 1. kafla, 18. til 25. vers og ég bið ykkur að rísa á fætur meðan ég les. En það segir: því að orð krossins er heimska þeim sem stefna í glötun, en okkur sem hólpin verðum er það kraftur Guðs. Ritað er: ég mun eyða speki spekingana og hyggindi hyggindamannana mun ég gera að engu. Hvað er vitringur? Hvar fræðimaður orðkappi þessa heims? Er ekki það sem heimurinn telur speki heimska í augum Guðs? Enda þótt speki Guðs sé í heiminum, gátu mennirnir ekki þekkt Guð með sinni speki. Þess vegna ákvað Guð að boða það sem er heimska í augum manna og frelsa þá sem trúa. Gyðingar heimta tákn og Grikkir leita speki, en við predikum Krist krossfestan, gyðingum hneyksli og heiðingum heimsku, en okkur sem Guð hefur kallað bæði gyðingum og Grikkjum, Krist, kraft Guðs og speki Guðs. Því að heimska Guðs er mönnum vitrari og veikleiki Guðs mönnum sterkari. Skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir að við getum komið hér saman í dag til þess að minnast þess alls sem þú hefur gert fyrir okkur. Já, góði Guð, við horfum yfir liðna viku og það er ýmislegt sem að þar hefur komið sem að hefur gert okkur hrædd, sorgmædd eða eitthvað annað sem er að angra okkur. Og góði Guð, við viljum leggja það fram fyrir þig og biðja þig um að lækna og líkna og koma til okkar og hugga okkur í því sorg okkar og vanmætti. Já, góði Guð, takk fyrir að þú vilt ganga með okkur, þú vilt leiða okkur í gegnum hvort sem það eru dimmi dalir eða hvort að það eru bjartir dagar. En hjálpa okkur líka til að minnast alls þess góða sem þú hefur gert í þessari viku. Hvernig þú hefur leitt, hvernig þú hefur verið og styrt okkur. Og ég bið þess góði Guð að þinn heilagi andi megi fá að vinna í hjörtum okkar, þannig að ávextir okkar, kærleikur, gleði, friður og frelsi, að það megi vera eitthvað sem er okkur kært og verði hluti á okkur. Og þannig að fleiri mættu fá að njóta þess kærleika sem að þú gefur á hverjum degi. Nú felum við þessa stund hér í þína hendur og við biðjum góði Guð í Jesú nafni. Amen. Við skulum þá í framhaldi syngja sálminn númer 355, hymn number 355. Já. Við skulum taka hérna fyrsta versið og hérna síðustu tvö.
Og þá Erik, gjörðu svo vel. Góðan dag, kæru vinir. Gott að sjá ykkur hér í kirkjunni með okkur og velkomin líka þeir sem eru að hlusta í útsendingunni. Við í biblíulesóknum okkar höfum verið að lesa í fyrra Korinthubréfi, fyrstu kaflana þar. Og þess vegna langaði mig til þess að við myndum kannski aðeins halda áfram að skoða í því bréfi. Og Harpa las einmitt hér úr í fyrsta kaflanum 18. til 25. versið. Stórkostleg vers, yndisleg boðskapur. Og svo kannski ein pínulítil saga, svolítið í tengslum við þetta efni sem kemur hér fram í fyrsta kaflanum í fyrra Korinthubréfi. Í bóksinni Once Upon a Tree þá skrifaði maður að nafni Calvin Miller upplifun sem hann átti fyrir mörgum árum þegar hann fór í bíó, horfði á mynd. Þetta gerist fyrir löngu þegar menn fóru uppábúnir í bíóið og það var hlé. Ég myndi þetta var svona mynd allt kvöldið, svo það var marga klukktíma mynd og svo var hlé í mig og þá fóru menn út í andirið bara eins og í leikhúsi eða tónleikum. Og hann var að horfa inn að þessum stóru myndum, þessum svona episkri biblíumynd sem voru framleiddar hérna á 7. áratugnum. Og rétt fyrir hlé, segir svo Miller, orðrétt, rétt fyrir hlé var krossfestingin synd, mjög raunverulega og á mjög dramatískan hátt. Og þegar Jesús svo dó þá myndaðist mikill sorti yfir krossinum og stormur geisaði. Og það var tekin mynd þarna, myndavélin tók mynd af blóðstraumi, taumi sem streymdi niður úr sárum af höndum og fótum Jesú. Og blóðstraumurinn, taumurinn rann niður krossinn í smá dæld á steininum og við fót krossins. Svo fór að rigna og regnið safnaði saman í dældinni þarna við steinin og blandaðist blóðinu. Og fljótlega fylltist þessi litla laug og fór að renna niður fjallshlíðina og safnaðist saman með öðrum straumum af þjótandi vatni og að lokum var það að miklum fossi, heiminum til hjálpræðis. En meira en það, sagði Miller, það var mér líka til hjálpræðis.
Allt í einu var hlé tekið á sýningunni og Miller og aðrir tróðust þarna með fjöldanum út í anddyri kvikmyndahússins. Í anddyrinnu hlógu menn og spjölluðu eins og ekkert hefði í skorist. Konur gerðu gaman, gerðu að gamni sínu og flissuðu. Börnin voru hávær. Hávær lína myndaðist þarna við afgreiðsluborðið og það var ekkert það var ekki að því að hann segir, svo segir Miller, það var ekki að því að ég ímynda mér að þarna myndu fólk safna saman í smá bænahópa eða eitthvað svoleiðis eða myndu syngja óhöfuðdreira drifið því að hann segir flestir sem sjá krossinn eru ekkert sérstaklega hrifnir af honum og þeir geta séðan gengið burtu frá honum og gleymt honum. Samt kristinn maður eða kona sem sér krossinn og metur hann það er mannverur sem skilja og meta það sem hann hefur þar gert að þessi mannvera á krossinn. Kross Krists, það er það sem er svona efnið sem ég langar til þess að tala um. Krossinn tengir okkur saman sem kirkju Jesú Krists. Kirkjan samkvæmt skilgreiningu Biblíunnar einfaldlega samfélag fólks sem hefur breytt lífi sínu fyrir áhrifamikinn boðskap Guðs krossinn. Það er kjarni málsins. Það er ekki bara það við séum trúhneigð. Það er ekki bara, þeir sem safnar okkur saman er ekki bara það að við höldum upp á samskonar tónlist eða það er síðan tilfinningaleg tengsl við kirkjuna okkar, heldur að við erum samankomin áhrifamátt krossins. Eins og flestir þá myndi ég auðvitað gjarna vilja vera álitinn þokkalega, hvað má segja það, gáfaður. Að fólk haldi að ég sé svona sæmilega vel hugsandi og vel lesinn og ef það mætti ekki, ef það er ekki að fara og mikil ætlast til og mikil ætlast að þá að ég sé kannski gáfaður, ég veit það ekki, vitur. En það er alvarlegt vandamál að við höldum í kross Krists ef við trúum því að Jesús hafi dáið á krossinum fyrir syndir okkar og risið upp frá dauðum til þess að gefa okkur líf. Við höldum þessu fram, þá eigum við á hættu að vera talin vitgrönn kannski. Er þetta eitthvað sem menn geta haldið fast við? Flettum upp í fyrra Korinthubréfi í Biblíunni okkar, 1. kafla. Páll skrifar þetta bréf til safnaðarins í Korintu árið 50 eftir Krist frá Efesusborg.
Hvers vegna skrifar hann? Jú, að því hann segir að það eru menn frá heimili Klóe sem hafa komið með vitnisburð að það séu flokkadrættir, það séu vandamál í söfnuðinum. Flokkadrættir. Og í hverju birtist það? Jú, að það menn að skipa sér í fylkingar. Þeir segja, ég fylgi Páli, segja sumir, en aðrir segja, nei, ég fylgi Apollos. Og aðrir segja, nei, ég fylgi Kefasi. Hver er Kefas? Það var Pétur. Ég fylgi Pétri. Og svo líka sem ég segja, nei, ég fylgi Kristi. Og Páll hann segir, þetta er hræðilegt vandamál. Og svo í 10. versi segir hann, en ég hvet ykkur systkin í nafni Drottins vors Jesú Krists að vera öll samhuga, sammála, standa saman. Hann meinar ekki að við þurfum alla að hafa sömu pólitísku skoðunina eða við þurfum alla að fara og versla á sama stað. Hann á við málið er að vera samhuga kross Krists, fórn Jesú Krists á krossinum. Að ekki séu flokkadrættir á meðal ykkar, verið heldur samlynd, verið einhuga. Konundarmenn bjuggu í grískri menningu, við gríska menningu, og Grikkir, þeir vilja rökræða hlutina. Það er heimspeki stefnur þar á meðal, það er hugmyndafræði mikil. Kannski er það enn í dag þannig í Grikklandi að menn ræða mikið og rökræða mikið. Hugsa hlutina til þess að vinna úr þeim þannig. Þegar fólk í Korintu það frelsaðist og varð kristið og kom í kirkju, þá kom það með sömu siðina með sér. Þeir voru gjarnir að mynda fylkingar það hvernig fagnaðarerindið ætti að hljóma. Hver sé bestur að bera það fram, svona að þeir meta hérna mismunandi persónuleika. Og með þessu þá vörpuðu þeir skugga á boðskap fagnaðarerindisins, boðskap krossins. Við þurfum ekki að koma frá slíkri menningu til þess að eiga við álíka vandamál. Guð vill að við lærum af mistökum þeirra sem þarna voru. Í 17. versi þá er Páll einfaldlega að segja, þegar ég kom til ykkar var mér eitt í huga. Hvað var þetta eina sem hann lagði áherslu á? Kristur sendi mig ekki til þess að skýra, það var ekki málið, sem kannski var hluti af þessum flokkadráttum, hver skýrði mig, hver var það sem skýrði mig. Það er ekki málið, segir. Kristus sendi mig ekki til þess að skýra, heldur þess að predika fagnaðarerindið. Ekki með orðum manglerar visku, svo að kross Krists verði ekki tæmdur af krafti sínum. Því að boðskapur krossins er heimska fyrir þá sem farast, en fyrir okkur sem hólpin eru til er hann
kraftur Guðs. Og þetta þýðir ekki að Páll hafi ekki lagt áherslu á skírnina, og sannarlega. Hann er að reyna að draga úr þessu sem var vandamál, að menn voru í hópum að takast á innbyrðis. Og það voru aðrir sem hafðu það hlutverk að skýra í söfnuðinum. Þegar Páll talar boðskap krossins, notar hann stuttar setningar staðreyndir. Þetta finnum við aftur í fyrra Korinthubréfi, en í 15. kaflanum talar þessar staðreyndir sem málið snýst 3. versi í 15. kafla. Því það kenndi ég ykkur fyrst og fremst sem ég einnig hef meðtekið. Og þegar hann segir að hann hafi meðtekið eitthvað, þá er það því að hann hefur fengið það frá Drottni sjálfum, af opinberun á Jesú Kristi sjálfum. Þetta hef ég meðtekið, að Kristur dó vegna synda okkar. Hann var grafinn, hann reis upp á 3. degi samkvæmt ritningunum, og hann birtist ýmsum. Tala hann hafi birst Pétri, hann hafi birst apostolunum 12, hann hafi jafnvel birst 500 manns. Þetta eru staðreyndir, þetta snýst málið. Þessar staðreyndir hafa sögulega djúpstæða merkingu. Við verðum að sjá þetta og meta það þannig. Þetta er fagnaðarerindið sem Páll boðar. Öflugt og máttugt. Jesús dó á krossinum vegna þess að við vorum öll fjarlæg honum. Hann þráir við séum nálæg. Hann vorum fjarlæg Guði vegna synda okkar. Jesús er Kristur, Messías Guðs, guðlegur frelsari, fyrirheitin meistari fólksins, en leiðin sem hann varð Herra okkar og meistari, það er að hann dó fyrir okkur, fyrir syndir okkar, en ekki með því að sigrast á pólitískum óvinum okkar. Þetta er kannski það sem gerir boðskap krossins svo einkennilegan að vissu leyti, en að samaskapi máttugan. Hann reis upp frá dauðum vegna þess að Guð þáði fórn hans. Allt þetta er eitthvað sem við leggjum áherslu á. En boðskapur krossins er heimska mörgum. Hann hefur enga merkingu fyrir fólk sem hugsar aldrei sekt sína og þörf. Hann hefur enga merkingu fyrir fólk sem nærist á þeirri hugmynd að það hafi kraftið innra með sér og geti bjargað sér sjálft af þessu leyti og geti breytt lífi sínu sjálft. Krossin hefur enga merkingu fyrir fólk eins og gyðinga þess tíma sem gátu aðeins séð hjálpræði í pólitísku tilliti, pólitískum sigri Messíasar. Krossin þýðir ekkert fyrir fólk sem eins og Grikkir héldu að guðir séu áhugalausir líf þeirra og tilfinningalausir og fjarri okkur.
ef þeir eru þá til yfir höfuð. Og á margan annan hátt merkir boðskapur krossinn ekkert. Það er heimska þeim sem farast. 19. versi segir: en von okkar til Krists nær aðeins, ef von okkar til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðastir allra manna. Þetta er tilvitnun hérna í Jesaja 29:14. Gagnlegt að skoða aðeins hvað stendur í Jesaja 29:13, bara versið á undan. Drottinn segir: þetta fólk nálgast mig með munni sínum og heiðra mig með vörum sínum, en hjarta þess er fjarri og guðsótti þess er utan að lærdómur og utan að lærðar mannasetningar. Þetta er bara svona eitthvað svona hjal. En vandamálið, það er kannski kjarni vandamálsins, að hjörtun eru langt frá Guði. Í versi 20-23 kallar Páll þessa menntamenn heimsins til ábyrgðar á kirkjunni. Hvar er vitringur, segir hann. Er hann hér í kirkjunni? Hvar er vitringurinn? Hvar er fræðimaðurinn? Er hann hér á meðal okkar? Er hann að sjá kirkjuna? Orðkappi þessa heims er ekki það sem heimurinn telur speki heimska í augum Guðs. Enda þótt speki Guðs sé í heiminum, gátu mennirnir ekki þekkt Guð með speki sinni. Þess vegna ákvað Guð að boða það sem er heiminum í heimska í augum manna og frelsa þá sem trúa. Þetta er kjarni málsins. Þegar hann horfir á þessa tvo hópa áhorfenda sinna eða þeir sem hlýða á, þar sem hann segir gýðingar heimta tákn og Grikkir leita að speki, en við predikum Krist krossfestan, gýðingum hneyksli og heiðingum heimska. Og það er ásteytingarsteinn fyrir gýðinga að vilja tákn, og það er heimska fyrir heiðingja sem vilja rökræða leið sína til visku. En þeim sem Guð hefur kallað, bæði gýðinga og Grikki, Kristur, kraftur Guðs og speki Guðs. Þegar þú þekkir Krist og lifir fyrirgefningu hans og líf, hvað hefur þetta svokallaða vitra fólk þá fram að bjóða? Það er ekki lausnin. Góðu fréttirnar sem Jesús færir okkur eru ekki bara heimsmynd, þó það sé líka tilfellið. Það er ekki bara heimspeki, strúktúr, þó það sé líka gott mál. En það er ekki bara það. Það er ekki bara leið til þess að útskýra hvernig lífið í heiminum virkar. Mundu að vandamálið er að hjörtu okkar eru langt frá Guði. Rómverjabréfið 3:12 talar um þetta: allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Það er dauðadómur
ef ég get ekki verið í návist Guðs lífgjafans með því mun ég deyja. Við byrjum öll á þessum stað. Við erum þar saman. Kraftur krossins mætir þessu mikla vandamáli heimsins. Þegar maður heyrir fagnaðarerindið að Jesús dó og reis upp aftur til að sætta þá við Guð, til að laða hjörtu þeirra til hins lífgefandi drottins, til að gefa þeim lífsanda og gefa þeim líf og frið. Það er það sem fagnaðarerindi býður okkur. Ef þú ert trúaður, þá virkar kraftur fagnaðarerindisins í þér. Þú sér það, þú finnur fyrir því, þú veist hvernig það breytir þér. Það er undursamleg upplifun að ganga í gegnum það ferli. Sama hvar við byrjum, sem gyðingur eða heiðingi, hverju sem við trúum, þá erum við nú saman komin sem kirkja vegna þess að við trúum því sem var boðað okkur í upphafi, í fagnaðarerindinu. Við höfum lært af eigin raun að Kristur er kraftur Guðs, Kristur er speki Guðs. Það er svo margt sem Kristur hefur gert fyrir okkur. Hugsaðu hvaða stórkostlega hluti Kristur hefur gert. Við vorum upprunalega uppreisnarmenn, en hann hefur skapað okkur sem vini sína. Við vorum í upphafi lokuð inni, en hann hefur opnað dyrnar fyrir okkur. Við fæddumst sem í synd, en áttum enga leið til að komast undan þessum dauða, en Kristur var nógu máttugur til þess að sýna okkur leiðina til endurlausn, til endurfæðingar. Við vorum heimilislaus, við vorum munaðarlaus börn, en Kristur hefur gefið okkur heimili, opnað faðm sinn til himneska föður og gefið okkur eilífðar vist. Við vorum fátæk, hann hefur gefið okkur ríkidæmi. Við vorum ekkert, en Kristur hefur gefið okkur konunglegt prestdæmi og fólk Guðs. Það er svo ótrúlegir dýrlegir hluti sem Kristur hefur gefið okkur. Og svo getum við líka nefnt það að Kristur er speki Guðs. Hvernig Guð hefur leyst úr vandamálum okkar sem mannvera og til þess að opna leiðina og leysa okkur og bjarga okkur. Það er ótrúlegt hvað í raun Drottinn Jesús Kristur hefur gert. Það er sláandi að hugsa þetta, það sem hann hefur gert fyrir okkur. Fyrir Krist vann Guð hjálpræði fyrir menn og konur með því að meðan við vorum enn í syndum vorum. Hvernig mátti það vera? Jú, Jesús fann lausn fyrir okkur meðan við vorum enn í mótþróaskeiði á móti honum. Hann endurlífgaði þegar við vorum þannig á móti honum. Og hann skapaði annan Adam sem svo varð faðir okkar allra. Fyrir milligöngu Krists fann Guð leið til þess að
halda öll loforðin sem komu fram í spádómum til Adams og til Nóa og til Abrahams og til Móse og til Davíðs og til allra spámannanna. Guð varð að koma til leiðar öllu því sem hann lofaði til sem myndi rætast. Að hann varð að uppfylla hvert loforð sem veitt var í Gamla testamentinu. Allt þetta hefur hann gert í sambandi við páskahátíðina, fyrir fyrirheitna landið, hvíldardaginn, manna, vínið, lambið og ljónið. Allt þetta rættist. Guð kom því öllu til þess að rætast. Allt í einu manni, Kristi, sem speki Guðs. Og fyrir milligöngu Krists vann Guð leið til þess að fanga hinn illa í eigin ráðum. Og hann varð fórnarlamb og hinn illi sem hann gæti orðið, þannig að hann gæti orðið sigurvegari yfir hinnum illa. Guð fann leið til þess að binda hinn volduga Satan í eigin garni, Kristur, speki Guðs. Og fyrir Krist fann Guð leið til þess að gera óvini sína að börnum sínum, að ástkærum heilugum börnum sínum, til þess að gera andlega munaðarlaus börn að sínum eigin kæru börnum, til þess að gera fanga frjálsa, til þess að láta hölt hjörtu stökkva. Hann fann leið til þess að opna útidyr dauðans, því að Jesús Kristur hefur lykla dauðans og Hades og heljar. Kristur, hinn mikli sigurvegari, Kristur, speki Guðs. Við sem treystum Kristi gerum það ekki vegna einhvers kraftaverks eða vegna þess að okkur fannst það heimspekilega sanngjarnt. Ekkert okkar kemur til Krists nema með því að heyra þennan boðskap krossins, og bara fyrir kraftaverk krossins komum við og njótum. Tökum eftir versi 24. En þeim sem Guð hefur kallað, það er bara fyrir kall Guðs að þetta getur allt saman gerst. Undursamlegt, blessað orð Drottins, mættum við eiga sanna trú í því að þetta máttarverk Guðs, þessi mikla fórn sem Kristur færði, megi umbreyta okkur í lífi okkar. Mér langar til þess að við hér í lokin syngjum sálminn saman, og María spilar fyrir okkur, þá gaumgæfi ég Kristi kross, sem dregur saman þetta undursamlega, þetta stórkostlega undur. Oh,
bara komið að því að þakka ykkur fyrir samveruna hér í dag í kirkjunni eða þið sem fylgduð okkur á netinu. Og við biðjum þess að við eigið góða stundir og góða viku framundan. Við þökkum þeim sem tóku þátt hér í þessari guðþjónustu og því sem kom fram hér í dag, hvort sem það var útsending, undirleikur, predikun, þýðing eða annað. Bara takk fyrir það sem þið leggið að mörkum og þakka ykkur fyrir að koma. Við skulum rísa á fætur á meðan Erik fer með blessunarorðin. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sin ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni. Amen. Þá viljum við bara bjóða ykkur velkomin að koma hérna til hliðar og borða saman með okkur. Gjörið svo vel.